Það 3-2 sigur í heldur betur dramatískum leik. Ef við byrjum á 3-2, sanngjörn niðurstaða? Já, ég veit ekki, það erfitt að segja til það. Þú veist, auðvitað verðum við erum miklu meira með boltann, við stjórnum leiknum að stærstum hluta. Þeir voru auðvitað samt einhvern veginn alltaf líklegir þegar við missum boltann að fara hratt á okkur. Eru þetta bara eins og við vissum fyrir leikinn, eru góðir að sækja hratt og eru síðan með Ljúbusitsin í teig sem er frábær þar. Ég ekkert endilega vissum að við höfum gert nóg til að eiga skilið að vinna þennan leik en ég heldur ekkert vissum að þetta hafi verið ósanngjörn niðurstaða. En eins gaman að það er að vinna leiki og eins geggjað það er að koma tilbaka úr stöðu sem að kannski svona leiti ekkert eitthvað sérstaklega vel út sem við vorum að ströggla við að áttum við vandræði með að opna þá stóra hluta leiksins. Þá einhvern veginn svona opnaðist þetta aðeins þegar við vorum komnir undir og við náðum einhvern veginn aftur svona takti og hefðum eiginlega getað skorað fleiri mörk undir lokin þannig að ég er svona það er sterkt að koma tilbaka. Það er ekki auðvelt og við þurfum að kunna að meta það líka. Þessar síðustu 10 mínútur, bara hvernig náðu að opna það þá og hvers vegna þá en ekki fyrr? Þetta er góð spurning. Þetta hafi verið blandað í að þeir eru orðnir þreyttir. Það er krefjandi að verjast eins og Keflavík gerði og gerði það mjög vel, bara lungan leiknum. Að hluta til vegna þess að þeir menn sem komu inn hjá okkur komu mjög frískir inn, bæði Stefán Árni og Alexander Hrafn og Orri Hrafn náðu einhvern veginn að gera það sem mann dreymir alltaf að þeir sem komu inn á gera sem er að breyta leikjum, breyta svona einhvern veginn augnablikinu í leiknum og þannig ég held að það verið blanda af því tvenn og svo er það kannski þegar þú ert fallið niður eins og Keflavík var kannski búin að falla ennþá neðar þá er stundum erfitt að komast fram aftur. Þannig að þetta geti að vera svona blanda þessu þrennu, kannski helst þessu tveimur fyrstu, þeir eru orðnir þreyttir. Það var bara að slitna aðeins og við áttum ferska menn inni. Svona kissiburi ofan á kökuna hinn 16 ára Alexander Hrafn skorar sigurmarkið. Já, það er auðvitað, þú veist, við vitum hvað við eigum þar, hann er auðvitað búinn að sanna það margoft að hann er gríðarlegt efni og frábær leikmaður. Gaman að sjá, þú veist, hann og Stefán, þú káir ekki að koma inn og hjálpa til við að breyta taktinum í leiknum og snúa leiknum okkur í hag. Það er auðvitað bara frábær, Stefán búinn að ganga gegnum mjög erfið meiðsli núna og þú veist, við þurfum þessa gæja og við þurfum fleiri til ásamt þeim sem voru í byrjunarliðinu í dag ef við ætlum að ná að halda dampi í þessari deild. Þannig að við þurfum einhvern veginn, við horfum á þetta, ég horfa á þetta svona. Þetta var frammistaða sem að við vitum að var ekki nógu góð af okkar hálfu. Þú veist, ég held að við höfum lendið í fyrra að svona frammistaða hefði sennilega skilað okkur 4-3 tapi eða 5-3 tapi. Þannig að mér líður svona eins og við höfum, bara með þessum úrslitum, bara með því að klára þennan leiki sem við kláruðum þá hefur við tekið stórt þroskastig, maður tekur það með sér. Og maður verður að læra einhvern veginn að þiggja og kunna meta sigrana. Því að þeir eru ekki alltaf einhvern veginn og spilir frábærlega og pakkir einhvern veginn saman, þeir eru sjaldnast þannig. Þannig að ég er bara ánægður, alltaf verið að spila fyrsta leik í móti. Það var taugatrekkingur og bara eins og þannig að nú þurfum við bara að nota vikuna vel og mæta granítharðir á móti Þór. Arnar Freyr Ólafsson fer meiddur af velli eftir 10 mínútur, hver er bara svona staðan á honum? Ég veit það ekki maður, þetta lítur ekki vel út en hann fer vonandi myndatöku á morgun. Eitthvað við hnésbótinn eða þar slóðir.
En þú veist, ég ætla ekki að vera með neina dómstafsspá, ég held að það sé best, þú veist, þetta lítur ekki vel út, en vonandi leiðir myndataka eitthvað gott í ljós, en þetta lítur ekki vel út. Náttúrulega mikill missir á honum, en góður maður Halldór kemur inn í staðinn. Já, við búum svo vel að hafa Dóra hann að berjast við hann en auðvitað bara missir, þú veist, við erum með 2 markmenn og annar er farinn og við erum með unga menn sem unga mann sem 3. markmann, þannig að við þurfum kannski aðeins að fara að skoða í kringum okkur en auðvitað er þetta bara, þú veist, við erum ekki með risastóran hóp og það er bara slæmt að missa Arnar af æfingasvæðinu. Frábær æfingamaður, frábær karakter og frábær liðsfélagi og þannig að, en þú veist, þetta er hluti af leiknum. Eins og þú segir, ef illa fer, þurfum við að skoða í kringum okkur? Við þurfum að skoða í kringum okkur, þú veist, ég veit ekki hvað við gerum en við þurfum að skoða í kringum okkur, ég held að það sé alveg ljóst. Sigurður Breki, hver er bara staðan á honum? Hann var ekki klár til að vera í hóp í dag, ekki ennþá búinn að allavega vildum við ekki taka neina áhættu með hann, þú veist, ég vona að hann verði klár á móti Þór aftur bara, þú veist, vikan verður einhvern veginn að leiða það í ljós, við tökum einn dag í einu þar. Takk.